Komið sæl og velkomin í föstudagsþáttinn, þennan föstudag hér á N4. Það 2. febrúar í dag og við vorum að tala hérna áðan menningun og gróskuna í menningunni og þá erum við að hæfa að fá tónlistamenn í sófann. Velkomnir Aðalsteinn og Heimir. Takk hérlega fyrir. Þið eruð partur af hljómsveitinni Volta, ekki satt? Passar. Já, Volta, hvað það? Það stuð og rafmagn eða hvað Volta? Það hljómsveit. Já. Já, við höfum ekki skilgreint þetta almennilega sko, en Volta náttúrulega getur tengt við rafmagn. Já. Og Volta líka getur tengt við sko, þegar þú skrifar tónlist, þá skrifar aðra voltu eða fyrstu voltu. Við getum hugsað þannig, en það engin svona djúp merking á bakvið þetta þannig sko. Ó, ég var að vona það. Addi þá var með það, hann hringdi í mig og sagði, herru, Volta, það nafnið. Það var einn daginn. Kom það bara í draumi? Nei, ég hef búin að leita mikið. Við vorum búin að leita í heilt árið. Þið hafið ekki farið eftir gamla, var ekki einhver uppskrift það að hljómsveitir eru að byrja á S til þess að ná hæðum hérna á Íslandi. Við erum búin að reyna það sko. Og hvað hét það? Það hét Sent. Já. Það var Sent, já. Það gekk reynda bara vel. Það var mjög skemmtilegt tímabil sko. Já, það munar reynda margir eftir ykkur úr Sent. Já, kannski einhverjir. Já, einhverjir. En höldum okkur við Voltu. Já. Og Volta akureyrisk hljómsveit, ætla ég rétt að vona, ég fari rétt með. Já, ég held að við séum allir akureyringar í henni, nema það einn svar, já, Dalvíkingur. Það hefur nú yfirleitt bara þótt til bóta. Já, blanda. Verður ekki að vera einn Dalvíkingur alls staðar? Jú, ég tek eftir því. Það svona heldur betra. En þið eru bara búin að kasta í eina plötu, eða hvað? Já, það vorum við að gera og vorum bara að fá hann í hendurnar í gær. Er hún svona glóðvolg? Það alveg glæný og við erum alveg gríðarlega hamingjusamir núna í dag. Til hamingju? Þetta frábært. Og hvað hún búin að vera lengi, þetta meira en 9 mánaða meðganga? Já. Þetta margra ára meðganga. Þetta bara fíllinn. Já. Þetta náttúrulega lög sem hafa verið samin bara fyrir 10-12 árum eða eitthvað. En eru góð? Já, eru góð, en bara þurftu einhvern veginn að komast út. Við bara loksins kom þetta, en svo eru önnur lög sem eru nýri. Já, það bara gamalt og nýtt þarna. Já, og við höfum kannski frá 2015 verið að þróað bara með þessari hljómsveit, þessi lög, sem endaði í þessari plötu. Hvað eru þau mörg? 12 lög, sem svona típist, og við vorum bara einhvern veginn, þetta bara allt í einu kom bara 12 lög, og þetta var bara platan og við vorum ekki með svo mikið svigrúm til að velja úr þannig en þetta bara einhvern veginn við erum rosalega ánægðir með þessa plötu sko, eða þessi lög sko. Þú var alltaf búin að setja þetta í síu áður. Já, það voru kannski nokkur lög en samt einhvern veginn þessi 12 lög, þau bara komu og þannig eru þau. Og heppnaðist einstaklega vel. Og hverjir eiga lögin? Addi á nú mest af þessu og svo ég eitthvað. En textarnir? Það er bara lag og texti bara. Það er lag og texti. Við höfum ekki farið að semja mikið saman. Við reyndum að semja einn texta saman, en það endaði ekki á plötunni. Það endaði bara út á túnni. En það, þú veist, ég meina kannski í framtíðinni gerum við eitthvað meira svona. Já, vonandi. Er það íslenskir textar eða? Það eru, 3 íslensk lög á disknum? Og mest enskt bara. Og restin á ensku? Er það heimsyfirráð bara? Nei, við erum mjög bara á jörðinni. Byrjum á Tröllaskaganum. Já, byrjum á Tröllaskaganum. Já, en þetta var bara svona langþráður draumur að gera þetta. Og þetta bara loksins komið. Nú skal ég hætta að fíflast ykkur. Við erum smá alveg að segja mér frá þessum draumum. Við langar að heyra hann. Að það margir með drauma sem láta ekki rætast og þannig ykkar og hann kominn. Hann kominn hann. Og hver hann? Hver var hann? Þetta bara, við erum náttúrulega búin að spila í hljómsveitum sem hafa bara spilað cover. Og við erum að spila á dansiböllum og svona. Og alls konar giggum. Og við vorum bara komnið mjög leið á því sko. Alveg búin að fá ógeð sko. Þá þessi alltaf gaman að spila fyrir fólk. Ég ætla að segja það líka, þarf maður ekki að fara í gegnum það ferli til þess að verða enn betri? Maður lærir mikið á því. Já. Bæði framkom og spila með sko. Já, algjörlega. Allt áfram Heimir. En þú veist, já, þetta bara var alltaf á bakveirað og veist eins og ég segi, þessi sum lög eru samin fyrir 10-12 árum síðan og þá vorum við bara á fullu að spila svona cover tónlist. Og við reyndum nú í Sent að gefa út eitthvað og við gerðum það, 1 lag held ég, sem kom út frá okkur. En svo var það ekkert meira úr því og þá voru alltaf svona, nú förum við að gera eitthvað. Og þá náttúrulega bara leið tíminn og mörg ár og
Svo bara stigu skriðið 2015 Já. og bara gerðum þetta. Það er rauninni, þegar maður að spila svo mikið á böllum og svoleiðis, þá fer allur krafturinn í það. Já. Þá er ekki mikið tími eftir til þess að sinna sköpunargleðinni, að vera að búa til tónlist. Hvernig funduð þið það, Sigrún? Við bara ákváðum að gera þetta, settum okkur markmið. Já, eins og ég er með heimastúdíó og er að vinna mikið þar og er að búa til og hérna, svo er ég að koma með þetta, sýna strákunum og svo höldum við áfram með það. Er þetta góð grúppa? Er þetta svona góður hópur? Góður hópur og það skiptir máli og við ákváðum þetta reyndar í fyrstu að hittast yfir kaffibolla, spá í þessari tónlist og láta þetta svolítið bara svona malla. En það eru alveg, 2015, það eru alveg, já. Það eru á 3. ári, það tók 2 ár. Það tók 2 ár, þannig að meðgangan er þannig sko. Við bara gerum þetta í rólihittum og svona vildum bara sjá hvernig þetta myndi þróast og líka með þeir sem hafa verið að spila með okkur. Og síðan bara, já, hefur þetta gengið bara... Kostar þetta ekki svolítið? Hvar fær maður peninga fyrir þessu? Herðu við, Karolina Fund, við fórum þangað. Það er galdurinn. Það hjálpar rosa mikið til. Og svo bara höfum við fjármagnað svolítið sjálfur og erum bara vonast til eftir að fólk kaupi diskinn og komið á tónleikana okkar. Já, sko diskinn, en er hægt að ná þessu annar staðar, einhver staðar á netinu líka eða hvað? Hvernig er það? Þetta fer í það náttúrulega, ekki komið ennþá, en það er stefnan. Við ætlum að reyna að selja diskinn fyrst og svo, já, reynum að koma svo Spotify. En það er í vinnslu. Já. En förum þá á tónleikunum. Þið eru búin að vera að spila eitthvað, hvernig er prógramið hjá ykkur? Við ætlum að spila plötuna í heild sinni á morgun í Samkomuhúsinu. Samkomuhúsinu hér á Akureyri? Já. Gamla góða Samkomuhúsinu. Það er stemmar í því. Já, það verður frábært. Það er gaman líka að segja frá því að Akureyrarstofa og MAG, þeir voru að stofna svona tónlistarsjóð og við sóttum þann styrk fyrir því að fá að halda tónleika og við fengum þann styrk og það hjálpar alveg gríðarlega, þannig að við erum mjög þakklátir fyrir það. Það skiptir nefnilega máli að það sé hlúð svona að listamönnum. Það skiptir miklu máli fyrir menninguna. Hvað værið þið að gera ef þið hefðu ekki verið í listinni? Sjáu þið líf ykkar einhvern veginn án listarinnar? Þetta er stór spurning. Þú er náttúrulega að vinna í bröðru, sko. Já, ég er stálsmiður á mennt og búinn að vera mikið í sölumennsku og svoleiðis. En þetta er náttúrulega bara að hugsa sem hobby í raun og veru. Hefðir þið viljað hafa þetta sem aðal vinnuna þína? Já, það var hægt að lifa á þessu, en það bara er ekki svoleiðis. En ég lifi á þessu, ég er kennari, tónlistarkennari og svo bara í þessu. Þannig að maður segja að þetta er bara þetta er ekki hobbyið mitt í raun og veru. Þó svo þetta sé alveg svona fyrir utan mína venjulegu vinnu, þá er þetta, já. En hvernig getið þið svo, sko, einhvern veginn hvatt aðra til dáða, bara unga krakka, ungt fólk, er það ekki svolítið hlutverk tónlistamann líka að smita? Algjörlega. Þetta er hægt, það er hægt að gera þetta. En fólk sér það, hérna eru konur með þetta. Nákvæmlega. Það er ennþá hægt að gefa út diska. Á þess að fara á hausinn. Já, og kannski bara, sko, af því að tíminn líður hratt á þessari öld hérna, bara hvetja fólk til að koma, vegna þess að það er eitt að skapa, svo verður maður að fá einhvern til þess að hlusta og við séum að sýna hvert öðru þá virðingu að koma. Algjörlega. Þannig að það er annað kvöld í Samkomuhúsinu, það verður búið að opna allar heiðar og Skagfirðingar og Húnvetningar og Þingeyingar, allir velkomnir, ekki satt? Það verður logn þegar við verðum spila. Það verður logn kringum voltu. En samt stormur inni, sko. Já. Hvernig, bara svona lokum af því að hvernig tónlist eru þið með? Við fáum einhvern myndbrot það, er það ekki? En hvernig tónlist eru þið með? Við skilgjum svolítið rock, sko. Svona gamla rockið. Fer í smá pop, feelinginn og svo svona country skotið. Nú er þetta bara konfettkass? Já, það er... Við opnum hennar bláa þegar við byrjum. Það myndi bara allt sem að væri á borðinu og við myndum pröfa þetta, sko. Spennandi. Það er svona heildar samt svona lína í þessu. Svona keimurinn af þessu, en lögin eru mjög misjöfn. Það kom náttúrulega svolítið keimur þegar við fórum að byrja að æfa þetta og svona spila þetta. Svo fengum við Hammondorgelinn, sem er náttúrulega gefur alveg sérstakann tón. Það gerir svona gamla rockið, sko, gamla tóninn. Heyrðu, ég get alveg beðið, það er bara Samkomuhúsið á Akureyri. Já, æðislegt. Og ætlið að með þetta víðar, fá fleiri að njóta? Já. Við erum ekki alveg búin að skipuleggja framtíðina, en við ætlum að náttúrulega sjálfsögða að fylgja plötunni eftir. Og það er bara verið fólk að fylgjast með. Já.
á N4. Já, að sjálfsögðu. Við styðjum okkar fólk. Bara takk fyrir þetta og til hamingju og gangi ykkur sem best. Kærar þakkir. Takk Og fyrir. við höldum áfram hér eftir smástund.